Komið öll blessa og sæl, gaman að sjá okkur. Hérna, ég ætla að minna á kvöldmáltíðina sem verður hérna hjá okkur klukkan 8 kvöldið á föstudaginn langa. Þetta er orðin gömul hefð hjá okkur hér í Hafnarfirði, þannig að við vonum að sem flestir komi, sjá þessi fært að koma. Mér langar líka til þess að minna á að skírnadeildin er á fullu og við erum 8 krakkar í deildinni eins og er. Hvort við verðum fleiri veit ég ekki, en mér finnst að við höfum það mjög skemmtilegt. Við erum ekki bara að fara yfir það sem fallegt er og gott í Biblíunni. Við spjöllum saman og hlæjum saman og höfum það bara að mér finnst mjög skemmtilegt. Og af því að ég er orðinn svona hundgamall, að þá finnst mér ég hafa bara yngst við að fá að hitta krakkana og vera með þeim og fá svo að keyra heim og eftir og geta spjalla við þau í bílnum. Þetta er svona hálfgerð vítamínsprauta fyrir gamla kallinn að fá að vera með okkur. Og við hittum sem sagt 2 í dag. Ef einhverja breytinga verða síðan mér, þá verða það tilkynntar með góðum fyrirvara. Allir eiga síma og allir geta hringt og þá hringi ég ykkur. En það sem ég langar til að gera í dag, af því að við teljum okkur vera 7. adventista og stundum eigum við undir vök að verjast því að sumum finnst okkar kenning vera svo skrítin. En staðreyndin er sú að sá sem að virkilega les Biblíuna, og ég tala nú ekki Nýja testamentið, og sérstaklega Rómverjabréfið og Hebreabréfið, hann mun komast að því að þetta fræga ártal okkar, 1844, það er skráð með óbeinum hætti bæði í Rómverjabréfi og Hebreabréfi. Og að ég tala ekki í Åpenbókinni, þar kemur það nokkrum sinnum fyrir. Nú 1844 tengjum við auðvitað við upphaf dóms á himni. Og ég held að allir kristnir menn gerir ráð fyrir því að dómur muni eiga sér stað. En þessi dómur er mjög sérstakur sem að byrjaði 1844. Því að í þessum dómi er það að Jesús gerir tilkall til barna sinna og þessara jarðar. Hann átti þessa jörð í upphafi og fól hana Adam, en óvinurinn kom og blekkti Adam og Evu og gerðist þannig, samkvæmt orðum Jesú sjálfs, höfðingi þessa heims. En þegar að Jesús dó á krossi, þá hafði hann sigrað bæði Satan sjálfan og öðlast heimild. Hann öðlaðist réttin til þess að fyrirgefa syndir. Og það er engin annar vinur sem getur fyrirgefið syndir okkar mannanna heldur en Jesús Kristur. Af þeirri einföldu ástæðu að hann einn af öllum trúarbragðahöfundum þessa heims, hann dó og hann reis upp og upprisan innsiglaði sigur Jesú Krist yfir dauðanum.
Í gær þá fór fram kistulagning vegna andláts Aðalheiðar Ólafsdóttur sem verður jarðsett frá Fossvogskirkju klukkan 1 á mánudaginn. Og af því að ég veit vegna samtala við hana í gegnum áratugi því að við unnum saman á Hlíðarskóla að þá vissi ég hverju hún trúði og ég leyfði mér að segja í gær að Aðalheiður í raun og veru komin heim. Af því að það næsta sem hún veit það að Jesús með höfuð engilsraust segir við hana, og nú nota ég orð Lúthers: Góðan daginn, Aðalheiður, það kominn tími til þess að fara á fætur. Því að nú hefur eilífðin tekið við, sjúkdómar horfnir, ellin horfin og dauðinn ekki lengur til. Vinir, það enginn í öllum heiminum sem getur boðið upp á slík gæði eins og Jesús Kristur. En Jesús talar líka það að þeir sem trúi á hann og treysti honum sem verjanda sínum, þeir munu aldrei koma í dómsalinn til þess að verja sig. Jesús Kristur mun sjá það fyrir hönd barna sinna án þess að börnin komi nálægt. Og mér finnst það alveg undursamlegt loforð að þurfa ekki að mæta í réttinum og þurfa ekki að verja sjálfa mig, heldur það Jesús Kristur sem flytur mitt mál. Og Hebreabréfið segir það þannig að blóð Jesú Krists, það að segja dauði hans, hrópar á mínum vegum að ég vegna þess að ég hef tekið við fyrirgefningunni hreinn og fullkominn í augum Guðs, þó ég hafi verið og sé ófullkominn. Þetta svo undursamlegu boðskapur, vinir, að við þurfum að gefa okkur tíma til þess að hlýða á hann oftar en einu sinni. Og þá ætlum við að hverfa til Rómverjabréfsins, 3. kafla, ef þú hefur Biblíuna með þér. Og þar segir Páll postuli að réttlæti Guðs eins og spámennirnir og lögmáli hafa fjallað það, varð opinberað þegar Kristur kom í þennan heim, án þess að boðurinn 10 kæmi nálægt. Og svo segir hann réttlæti Guðs fyrir trúfesti Jesú Krists verður öllum til frelsis sem að trúa á Jesú Krist. Það stendur ekki að það sé trú Jesú Krist sem að við trúum á sem frelsi okkur. Það stendur í frumtextanum að það sé trúfesti Jesú Krist. Og hvernig birtist trúfesti Jesú Krist? Með því að hann kom í þennan heim, með því að hann stóð við öll loforðin sem hann hafði gefið í Gamla testamentinu, með því að hann dó á krossi og að hann reis upp aftur.
í öllu þessu var Jesús trúfastur. Og ef að ég trúi að Jesús hafi gert þetta fyrir mig og fyrir þig og verið trúfastur í gegnum alla þessa erfiðleika, þá mun ég líka njóta eilífðarinnar með honum. Þá það að Páll hér í þessum kafla nefnir 3 atriði sem að Kristur mun framkvæma til frelsunar börnum sínum. Og það sem svo merkilegt við þessi 3 atriði það að þau eru öll dómsatriði. Þessi atriði eiga sér stað í réttarsal himinsins og eru loka orð Jesú Krists frelsun Guðs barna. Fyrsta yfirlýsingin á þessa leið að Guð mun lýsa því yfir að hinn trúaði sem hefur treyst trúfest í Jesú Krist, hann réttlátur. Hugsið ykkur að ég, eins ófullkominn og ég og hafandi gert eitt og annað sem ég hefði ekki átt að gera, að vegna trúfesti Jesú Krist sem birtist meðal annars í fyrirgefningunni, þá getur Guð Faðir fyrir orð Jesú Krist lýst því yfir, ég þorfa að fara með orðin, að Björgvin sé saklaus. Hugsið ykkur, vinir, hví lík ofboðsins forréttindi. Og ef við förum til Sakaría 3. kafla, þá djöfullinn mættur með allar sínar ákærur. Og Jesús segir, Satan, allt sem þú segir rétt. Björgvin, hann var svona. En það breytir ekki því, Satan, að ég búinn að fyrirgefa Björgvin allar hans syndir. Og þá mun Faðirinn lýsa því yfir að Björgvin sé réttlátur. Hugsið ykkur hvað þessi boðskapur ofboðslega fallegur. Nú, Páll notar enn aðra mynd. Og við höfum oft talað hana. Og hún ekki síður falleg. Það segir hérna að Jesús Kristur sé endurlausnarinn. Endurlausnari sá sem að þarf að mæta í borgarhliðinu eins og það var í gamla daga, þar sem að líka var dómstóll, þar sem að hann leggur fram mál þess sem hann kominn til að verja og í viðbót við það leggur hann fram borgun til þess að kaupa aftur landið sem glataðist og einstaklingana sem fóru í þrældóm. Þetta mjög einföld mynd, ákaflega fögur mynd. Og eins og þú heyrt mig segja oft áður, hún skráð í hinni undurfögru ástarsögu Ruths og Bóasar. En Bóas gat ekki eignast landið sem að Ruth hafði átt og Naomi og hann gat heldur ekki fengið að losa þær úr þrælahaldinu nema fyrir borgun. En þarna Bóas kominn snemma morguns
og segir: ég kaupi jörðina, ég leysi hana út og ég leysi líka út Naomi og tengdadóttur hennar Rut. Og hann leggur fram allt það fé sem til þarf og jörðin verður aftur þeirra og þær eru aftur frjálsar konur sem að geta stýrt sinni framtíð eftir því sem að þeim þóknast. Sjáuð hvað myndin er einföld. Ég bjó 10 sumur í Skagafirði, í Hjaltadal. Og segjum svo að Brandur frændi og pabbi sem átti jörðina hefðu farið á hausinn. Og yfirvaldið hefði komið og sagt: við tökum jörðina. En þá hefði allt í einu komið ókunnugur vinur og sagt við yfirvaldið: ég skal greiða alla skuld. Meir en það, ég skal greiða allar afborganir sem eftir eru. Og ég vissum að pabbi og frendi hefðu hort á þennan mann furðulostnir og sagt við hann: meinar þú virkilega það sem þú ert að segja, strákur? Og ókunni maðurinn, hann hefði sagt: já, ég meina þetta. Síðan leggur hann fram peninginn og hreppstjórinn segir: þetta nægir fyrir borgun á jörð og öllum öðrum skuldum og líka framtíðarskuldum. Jörðin er ykkar. Vinir, þetta er fyrirgefning. Svona virkar hann. Og þessa mynd notar Páll hérna Jesú Krist. Það er hann sem leggur fram féð til borgunar á skuldinni. Og faðirinn viðurkennir borgunina og segir: það vantar ekki svo mikið sem krónu upp á. Hún er að fullu greidd. Og þriðja og síðasta myndin er af hinu allra helgasta á himni, sem er dómssalurinn sjálfur, Hæstiréttur. Og það segir hjá Sakaría að meira segja djöfullinn er mættur þarna með allar sínar endalausu ákærur og örugglega lognar ákærur að auki sem við komumst á raunum þegar Kristur var ákærður. Og þetta eru mín orð, en Jesús segir raun og veru við Satan: Satan, þegið þú. Drottinn mun dæma þig þegar þar að kemur. Og svo snýr hann sér að mér og segir: Björgvin, þú ert í óhreinum klæðum. Þú ert ófullkominn. Og ég segi: já, ég veit það. Og þá segir hann við engla sína: takið Björgvin úr hinum óhreinum klæðum. Og við mig segir Jesús, textin segir þetta beinum orðum: Björgvin, allar þínar misgjörðir eru frá þér teknar. Og svo kemur ein skipun í viðbót: færið hann í skrúðklæði míns eigins réttlætis. Þannig verð ég fullkominn frammi fyrir dómstóli Guðs föður, og Satan segir ekki eitt orð, því að hann veit að hann hefur ekkert fram að færa sem getur hnekkt yfirlýsingum Jesú Krists mig. Og þarna stend ég alfrelsaður fyrir eigin verk, fyrir eigið ágæti? Nei. Vegna trúfesti Jesú Krist.
þá lýsir Guð Faðir því yfir að ég sé ekki bara réttlátur, hann nota líka orðið fullkomin. Fullkomin. Og þegar Páll er búinn að kynna friðþægingadaginn mikla, sem byrjaði 1844, Páll segir við Felix, dómurinn er ekki kominn í postulasögunni, en dómurinn mun koma. Og svo segir Páll í Hebreabréfinu 9 að dómurinn sem kemur eru komandi gæði. Og Pétur segir, dómurinn mun byrja á húsi Guðs. Sögnin að koma er ekki í frumtextanum, þannig að Pétur er ekki að tala um einhvern dóm sem er byrjaður á hans tíma. Postularnir vissu að dómurinn myndi eiga sér stað í framtíðinni, en þeir vissu að hann myndi koma. En þeir vissu allir, eins og Jóhannes segir í bréfi sínu, við höfum verjanda, Jesúm Krist hinn réttláta, og hann mun á dómstegi friðþægja með loka friðþægingu fyrir allar syndir þeirra sem hafa falið honum að verja sig. Og hér er það að Páll sem dæmigerður Hebrei hefur tjáð sigurinn yfir synd, áður en hann fer að tala hvernig við getum öðlast þennan sigur. Þá talar hann fyrst sigurinn sjálfan. Og hann notar þrennt til þess að lýsa þessum sigri, af því að sigurinn er í nafni Guðs Föður, Guðs Sonar og Guðs heilags anda. Amen.